Eins og félags- og vinnumarkaðsráðherra kom inn á í ávarpi sín í morgun hefur hann gert heildarendurskoðun á örorku- og endurhæfingarlífeyriskerfinu að sínu helsta forgangsmáli á yfirstandandi kjörtímabili. Hann fól mér í upphafi kjörtímabilsins að leiða þetta verkefni fyrir sig sem kannski fyndið verandi ung kona og þess háttar. Við áttum í rauninni samtal þarna í upphafi þar sem hann spurði í rauninni hvað þarf til. Nú ert þú búin að vera í mörg ár með þetta verkefni á þínu borði. Þá 3 kjörtímabil að reyna svona að koma breytingunum á. Það eru búin að vera margir starfshópar í gangi, bara síðastliðin 20 ár. Breytingarnar eru umfangsmiklar og ég saði svona með mikilli einföldun í rauninni bara ákvörðun af því að núna eru einhvern veginn allir með. Það er einhvern veginn bara allir vilja þetta og það eru einhvern veginn allir að hjálpast að og við getum talað öll saman, eitthvað sem hefur ekki verið. Og hann réðst í rauninni hoppaði á vagninn og keyrði þetta áfram sem er skemmtilegt og ég kann að meta. Títillinn á erindinu, það þarf samráð mikilvægu upplýsinga þegar varða skal leið, lýsandi í rauninni upp á það. Þetta er í rauninni viðfangsefni við erum búin að vera, mér skaman að kíkja það að á 10 ára afmælisráðstefnu virk hérna fyrir 5 árum, þá unnum við á sambærilegri kynningu í ráðuneytinu en hvað mitt breytt. Við vitum hvert við erum að fara, við vitum hvað hefur skilað árangri hjá löndunum í kringum okkur, við vitum hvað verið að ráðleggja okkur. Það þarf samráð. Þannig í rauninni það sem við erum að gera út þetta kjörtímabil næstu 4 árin að varða okkur í gegnum þetta, horfa á gögnin, tala saman og í rauninni skapa traust. Vinnan krefst ekki aðeins samráðs, heldur samvinnu og samfélagsskilning á mikilvægi viðfangsefnisins fyrir viðkvæmustu hópa samfélagsins. Enda megum við sem hér komum saman og eru mörg hver og líklega flest í forgangsstöðu, hvað varðar heilsufar og umhverfisþætti, ekki gleyma því að við getum sjálf lent í því að þurfa að endurhugsa allt lífið vegna áfalla eða þráts. Og það þannig sem við höfum reynt einhvern veginn að nálgast viðfangsefnið, bara svona af auðmýkt. Fólk á ekki að mæta þröskuldum heldur þjónustu. Við ætlum að búa til kerfi þar sem við erum öll með. Ný þjónusta með nýrri hugsun þar sem þjónustan fyrir notandan en ekki kerfið. Þar sem fólk hefur möguleika til virkni, menntunar og atvinnuþátttöku á eigin forsendum. Þegar við bognum eða brotnum höfum við enga burði til að berjast fyrir kerfisbreytingum. Við sem samfélag þurfum að vinna saman að viðhorfsbreytingum á vinnumarkaði innan velferðarkerfisins og samfélagsins alls. Markmiðið að tryggja fólki þjónustu og stuðning í upphafi veikindaleyfis frá vinnu og samfellu í endurhæfingarþjónustu hvar sem hún veitt í velferðarkerfinu okkar. Þannig reynt að stuðla að farsælli endurkomu til vinnu fyrir öll þau sem hafa getu og vilja til að vinna. Framtíðarsýnin skín, en hvernig ætlum við að varða leiðina? Nú, til að útfæra aðgerðir sem ætlaðar að fyrirbyggja ótímabært brotthvarf af vinnumarkaði, þurfum við að greina vandann sem okkur ætlaði að leysa. Þá tækifæri og hindranir, bæði hvað varðar bara velferðarkerfið okkar, vinnumarkaðinn, og svo hins vegar bara hvað einkennir okkur, hvað einkennir menning okkar, hvað einkennir okkur sem þjóð og hins vegar hverjar eru brotalamir kerfisins, kerfislægar hindranir. Hér á landi atvinnuþátttaka hærra en þekkist meðal nágrannaríkja okkar. Við vinnum lengri vinnudaga, ungt fólk vinnur, eldra fólk vinnur, atvinnuþátttaka kynjanna er nánast jöfn. Við vinnum með námi, við eignum jafnvel börn, ung, vinnum samt með námi. Skiljum, einstæð, erum í hlutastarfi með námi. Við erum dugsöm og við erum vinnusöm, við erum til fyrirmyndar. Hér á landi erum við á sama tíma að sjá brotthvarf ungs fólks úr námi og starfi mun hærra en meðal ríkja sem við viljum bera okkur saman við, sérstaklega vegna geðrænna áskorana. Við erum líka Norðurlandameistarar í örorku ungs fólks. Brotthvarf af vinnumarkaði vegna veikinda jafnframt hlutfallslega hærra hér á landi í öllum aldursflokkum miðað við meðaltal OECD. Og geðrænar áskoranir sem ástæða brotthvarfs úr vinnu og örorku virðist algengari hér á landi en nánast allstaðar. Þrátt fyrir atvinnuþátttaka hér á landi sé með því hæsta samanborið við önnur OECD-ríki atvinnuþátttaka einstaklinga sem tilheyra jaðarsettum hópum, viðkvæmum hópum, hlutfallslegri lægri. Ok,
En á saman tíma erum við með hamingjusömustu ríkjum heims. Við erum með heilsu hraustustu ríkjum heims. Við erum meðal þeirra ríkja sem jafnrétti hvað mest. Það er nánast best að vera kona hér, frábært heilbrigðiskerfi, frábært réttindakerfi fatlaðs fólks og farsælt barn okkar tryggð. Við erum fallegri en hinir. Þetta fær mann til að hugsa. Heilsufar þjóðarinnar, samkvæmt eigin mati, og þetta er bara viðurkennt hjá landlækni, samkvæmt eigin mati, metum við heilsu okkar ekki lakari en á Norðurlöndunum. Ok, hvað er það þá sem er að klikka? Sko, Ísland í rauninni, það er gott að horfa í rauninni hérna bara ok, hvað er Norðurlöndin að gera og hvað er Ísland að gera? Við höfum tryggðum í rauninni, við höfum fengið OECD til að ráðleggja okkur varðandi bara vinnumarkaðinn, að teikna upp hvað er í gangi á vinnumarkaðnum okkar. Af því í Noregi erum við með þessa sömu bara, heyrðu, við erum bara flott vinnumarkaðsstefna, við styðjum fólk til vinnu, en á sama tíma er Ísland eins og Noregur ríkt samfélag, þar sem áherslan er í rauninni á það að ef fólk fellur úr vinnu, þá er það þessi afkomutrygging sem grípur. En eins og ég talaði, við erum duglegust og við erum dugsömust, að við erum líka með þetta mindset sem við lærum bara frá upphafi, bara Guð hjálpar þeim sem hjálpa sér sjálfir, vinna er dygð. Allt þetta sem snýr í rauninni að því annaðhvort erum við á harkinu, en ef við hrösum, þá erum við svona til hliðar. Og bara við sem höfum til dæmis farið í nám á Norðurlöndunum, sjáum kannski, þú veist, Íslendingar er ekki beint svo fólk sem heilsa hver öðru á götunni. Við erum ekkert mikið í, ef ykkur rasar að liðsinna. Það er eitthvað í þessu sem við erum aðeins öðruvísi. Við erum að horfa á ráðleggingar alþjóðastofnana. Það er bara, og þetta er í rauninni, þetta er skýrt, við vitum hvað virkar. Ég svolítið fyndi hérna að ég sjá stafsetningavillur því að nú tala ég fyrir velferð á vinnumarkaði og starfsendurhæfingu við megum ekki brotna en ég skrifaði þessa punkta klukkan 6 í morgun með veikt barn. Þannig að það er stafsetningavillur þá bara afsakið mig. En við vitum hvað við þurfum að gera. Við þurfum að bregðast snemma við þurfum að grípa fyrr. Þessi hnipp, í rauninni bara þegar við veikjumst, bara í upphafi veikindaleyfisins, þá er það í Finnlandi, Svíþjóð, Danmörku, það kemur ykkur bara í upphæfi veikindaleyfisins, þá er vinnuveitandinn þáttakandi, hvernig ætlum við að styðja þig aftur til vinnu? Það er menning fyrir í rauninni hlutastarfi í veikindaleyfi. Allt þetta hefur áhrif, við vitum það, tölurnar sýna okkur það bara strax, bara leið og það er komið 3 mánuðir hjá okkur, bara ef þú ert ríkisstarfsmaður, ég get bara verið hérna í 12 mánuði í veikindaleyfi, ég er með kulnun. Svo kem ég til Vigdísi inn í virk og hún bara segir, nú erum við búin að mæla þig alla hérna, þú ert ekkert með kulnur, þetta var bara örmögnun í einkalífi. Og ég bara, ef það sagt mér það í upphafi, skilur það að ég bara geta gert eitthvað í einkalífinu, í staðið fyrir að missa starfið og græja það allt. En það alltaf myndi gerast, og mun gerast þegar við náum þessum breytingum í gegn. Eins með unga fólki okkar. Það er bara þetta brotthvarf og það er bara áhugamál og mér á að banna að tala unga fólki af því þá tala ég hálftíma. Það er bara, við missum það á námi, það gerist ekkert. Ok, bara hugtakið nýtt, ég má ekki tala þetta því ég byrja að tala svo mikið. Bara, það er bara að fólk geti verið, unga fólki okkar, við missum á framhaldsskóla, það gerist ekkert. Hvernig getur ekkert gerst? Það fyrir á atvinnuleysisskrá. Það getur verið þar í næstu 3 ár. Bara Þetta þekkist ekki á Norðurlöndunum. Framfærslukerfin okkar öll skökk. Í Danmörku bara eftir 6 mánuði atvinnuleysi, unga einstaklingur sem er ekki búið með háskólanám. Að sjálfsögðu er hún betur borgið í námi. Það bara borga sig að vera í námi, ekki á skrann. Þú ert ekki lengur þar enn í 6 mánuði. Þannig þetta er allt þetta. Við förum út í þetta svolítið. Ef þú dettur, þá ertu allt og lengi. Það var ekkert að þér. Við erum að missa hraust fólk af vinnumarkaði. Við erum að missa hraust fólk inn á örorku. Það er vandinn okkar. En allavega, við þurfum að tryggja það að við séum ekki að missa fólk. Við þurfum að hnippa í þau upphafi. Við þurfum að tryggja líka þegar þau hefja ferlið sitt að það sé ekki þannig að þau séu alltaf að detta á milli. Bara við séum, viðkomandi leiti hérna, heyrðu, bara mér vantar hérna í örorku. Ok, nei, bara við sinnum það, ég fór að byrjast að þangað, það er alltaf langur tími liðinn, svo er ég komin til virk.
ok, bara, heyrðu, þetta eiginlega bara svolítið fullreynt. Þú ert bara búin að vera allt og lengi í óvirkni. Og þú ert bara orðin veikur, þú varst það ekki. Þetta það sem við erum að reyna að fyrirbyggja. Mjög hratt, að ég er með mjög skýr fyrirmæli að tala hratt og segja ykkur ekki alltaf mikið. Ok. Stjórnvöld hafa árabil unnið að framgangi starfsendurhæfinga með það markmiði að fjölga þeim sem geta tekið virkan þátt í samfélaginu. Á sama tíma hefur verið lögð áhersla á að efla samvinnu, þvert á ráðuneyti, þvert á velferðarkerfi félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins og heilbrigðisráðuneytisins með það að markmiði að tryggja samþættingu og endurhæfingu þar sem áhersla er lögð á bara við höldum utan styttum endurhæfingarferlið, komum fólki fyrir vinnu, en staðan er í rauninni þannig að við erum búin með fullt af tilraunaverkefnum, þetta virkar. Norðurlöndin að gera þetta virkar. En í 20 ár erum við búin að vera að reyna að koma breytingunum til að gera virknina varanlega og ganga lengra og pröfa meira, en það er það sem hefur svolítið stoppað. Þetta er skemmtilegt. Áðan sýndi ég ykkur bara, ok, ég glemdi í rauninni að segja ykkur hvað var á þeirri klæru. Áðan sýndi ég ykkur í rauninni að bara algengi örorku hér á landi og í Noregi væri langt yfir því sem væri svo í Svíþjóð, Danmörku og Finnlandi. Á sama tíma sjáum við hérna ykkur þróun að hérna er nýgengi hjá okkur að lækka sem er ekki að gerast í hinum löndunum. Ástæðan fyrir því er að við komum á fyrir nokkrum árum tilraunaverkefni sem sneri bara samvinnu þjónustukerfana. Þessara þjónustukerfa sem er að vinna og koma að málum ungs fólks í óvirkni. Þetta var Tryggingastofnun, VIRK, Vinnumálastofnun, félagsþjónustan og Heilsugæslan höfuðborgarsvæðinu. Og þetta var bara fínt hérna, við vorum í 3 ár á þessu. Mér fannst þetta ekki sérstaklega merkilegt á sínum tíma. Þetta voru Teams-fundir, þetta var fyrir COVID, þannig vorum í korter, bara peppa. Og mér leið svolítið eins og ég væri svo Dale Carnegie-týpa, bara milli alls ég var að gera, breyta heiminum, þá var ég líka að reyna að koma þessu breytingum í gegn. Bara núna erum við að vinna saman og bara þetta og bara setjum okkur markmið og allt þetta. En markmiðin sem þessir aðilar settu sér skiluðu svo miklum árangri að það er í rauninni útgangspunkturinn fyrir því að þetta var samþykkt í ríkisstjórn fyrir ári. Og það var í rauninni þannig að bara út frá því að yfir þetta 3 ára tímabil að við lögðum þessa áherslu á virkni ungs fólks og það væri aukin áhersla á synjun og endurhæfingu hjá ungu fólki með vægar geðraskanir þegar það sóttist eftir örorku og þau farið frekar í starfsendurhæfingu, að nýgengi heilt yfir í öllum aldurshópum hjá TR lækkaði 28% á milli áranna 2016 og 2020. Og ég var spurð nánast af ríkisstjórn í fyrra þegar við tókum ákvörðun að fara af stað með þetta verkefni. Bara hvernig heldur við þessu ekki áfram? Það þarf ekki kerfisbreytingar, það er bara að gera þetta. Nú, við ætlum ekki að vera bara með eitthvað hérna Pep Dale Carnegie dæmi ár eftir ár eftir ár. Við þurfum að breyta þessu. Ok. Í rauninni, hérna fyrir greinin, þessar áherslu snerust að áherslum ungu fólki þar sem við vorum fyrst og fremst að horfa á ungt fólk utan vinnumarkað eða nýtópsins svokallaða. Og þetta skilaði þetta miklum árangri. Árangurinn var ekki bara í þessum unga hópi, heldur frekar bara í samfélagsvitundunum. Leið og við byrjum að tala við þjónustukerfin og byrjum að endurhugsa út frá einum hópi, það hafði áhrif á hina hópana jafnframt og bara okkur öll. KPMG vann fyrir okkur greiningu bara á mögulegum ávinningi, bara sambærilegra áherslna, nippa snemma í ferlinu, samanborið við árangur á sambærilegum aðgerðum í Finnland og Svíþjóð. Snýri bara því að bara þegar ég er komin hérna í 4 vikna veikindaleyfi, þá bara hnippum við í mig og bara það er áætlun endurkomu til vinnu. Í stað þess að þetta sé alltaf mínum forsendum eins og við samfélagi harkara erum svolítið á, að bara, hvernig líður þér? Hvað getum við gert til að stuðla endurkomu til vinnu? Treystur þér í hlutastarf? Er starfsendurhæfing tímabær? Og meginreglan þar er í rauninni meira á að bara eftir 3 mánuði, það er meginreglan þú sér komin í hlutastarf tilbaka og eftir 6 mánuði sérstu komin í herra hlutfall. Þetta hefur ekki bara áhrif á árangur starfsendurhæfingarinnar, þetta styttir tími frá vinnu, þetta er ódýrari fyrir framfærslukerfin okkar, þetta skila sér í bættu heilsufari, ódýrari þjónustu að þjónu fyrr, áður en vandi verið meiri, en þetta skila sér líka í viðhorfinu á vinnumarkaðnum. Eins og staðan er í dag, þegar ég kem tilbaka eftir 12 mánuði, þá var bara komin ný Klara.
og hún ekki búin að vera með eitthvað svo kulnunarvesen, eða halda hún sé í kulnun og var ekki í kulnun og guð veit hvað. Og hún bara hörkudugleg. Þannig þegar ég kem inn, það bara ok, Klara verður inn í 2 vikur og svo getur hún bara fara aftur í veikindaleyfi og við náum ekki að ráða hina klúru. Þannig að í stað þess að ég komi tilbaka smátt og ná að halda tengslunum og bara starfinu mínu, það hefur líka áhrif. Þannig að þetta hefur allt áhrif í rauninni. Ég að tala allt og mikið í kringum þess að ég á ekki að segja. Ok, en af hverju virkar þetta núna en hefur ekki virkað áður? Jú, samráðið. Það það sem lykillinn í dag. Við erum að vinna þetta þvert á ráðuneyti, þvert á hagsmunasamtök og það eru allir með þetta. Við tölum öðruvísi saman og það í rauninni það sem viðfangsefni þannig eins og ég segi, bara þegar við brotnum, þá getum við kannski ekki barast fyrir breytingunum. En ef við sem samfélag viðurkennum það og horfum át og vinnum saman að því og horfum svolítið, reynum svolítið að vera bara meira auðmjúk sem manneskjur, bara hvaða hindranir, við erum öll með hindranir, að hætta að gera í rauninni lítið úr eigin hindrunum, heldur bendum á þau. Þannig að öðru fólki sem kannski með stærri hindranir upplifa okkur ekki svona óaðgengileg. Þú veist, bara við séum svona meira bara við erum saman í þessu. Ok, hérna skipuritið og mér finnst þræðilegt að setja við svona stóra í miðjuna, en punkturinn í rauninni þannig að þetta unnið út frá því að ég meira bara svona svolítið vegvísir og svona samræmingaraðili. Mér falið vel verkefni þvert á 4 ráðuneyti, fósitis, fjármála, félags- og vinnumarkaðs- og heilbrigðisráðuneyti. Þetta er mjög mikil einföldun á myndinu og stærð verkefnisins, af því við erum með sérfræðingateymi þvert á ráðuneyti, við erum með fjármálateymi, svo erum við líka með endurhæfingateymi og þessi teymi og þessi vinateymi og þessi teymi. Vinnan, tímasett aðgerðaráætlun til 4 ára unnin í þessari miðju. Við erum með pólitískan stýrihóp sem nefnilega styður við framgang verkefnisins, tryggir pólitíska samstöðu og ráðleggur okkur. Bara það sem við getum leita til þessara. Í stýrihópnum erum við að tala að þarna Steingrímur Jó sem hérna í salnum í dag og henni fyrir hönd forsætisráðherra og Óli Björn fyrir hönd fjármálaráðherra, Eygló fyrir hönd heilbrigðisráðherra. Fyrir mig og fyrir okkur sem verkefnisstjórn að hafa þetta bakland og geta leita eftir ráðgjöf. Bara þvert á stjórnarflokkana, þvert á ráðuneytin og við séum öll svolítið saman í að vinna þetta áfram. Að samaskap ég hérna hinum megin með bara nefndirnar. Það samhæfingarnefnd velferð og virkna vinnumarkað, henni falið að vinna vinnumarkastefnu. Svona inngildingarstefna sem áherslan á velferð í vinnu, aukinn sveigjanleika, höldum betur utan fólk, fyrirbyggjandi aðgerðir, styðjum við endurkomu til vinnu. Við erum með endurhæfingarráð, þetta í fyrsta sinn sem það skipað, það af bæði félags- og vinnumarkaðsráðherra og heilbrigðisráðherra sem meðal annars falið að styðja við þessa breytingar og svo vegferð sem snýr einmitt að því að kerfin sé að tala saman. Við erum bæði með samráðsfundi með hagsmunasamtökunum, aðilum vinnumarkaðarins og svo eru bara nefnilega samtali við þau öll. Það í rauninni það sem skiptir öðruvísi núna en var. Það ekki bara þessi formulegheit. Það eru allir þessir aðilar eru með GSM-símanúmer hjá mitt og bara hringja og segja hvað þau hafa áhyggjur af og allt þetta. Við erum að vinna þetta öðruvísi og það sem skemmtilega við þetta snýr bara því við erum komin svona langt og við erum byrjuð að varða leiðina og við erum byrjuð að sjá árangurinn og það snýr að því að fara inn í verkefni og segja aldrei mér finnst, heldur leita alltaf til þeirra sem vita betur á hverju sviði. Ok, meginmarkmið fyrirhugaðra kerfisbreytinga að tryggja einstaklingum í þörf fyrir starfsendurhæfingu, rétta þjónustu og réttum tíma, að auka vellíðan og velferð á vinnumarkaði og koma á mats- og greiðslukerfi vegna tímabundins starfsgetumissis og örorku sem styður við möguleika til fólks til starfsendurhæfingar og til atvinnuþátttöku. Þríþætt nálgun var samþykkt í ríkisstjórn í mars 2022. Áherslan á rétta þjónustu og réttum tíma, þá erum við að horfa á fyrirbyggjandi aðgerðir á vinnumarkaði, snemmtaka íhlutun í veikindum fólks og aðgerðir til að stuðla við virkni ungs fólks.
hnippi en nýtt hóp. Velferð á vinnumarkaði, áherslu á jöfn tækifæri til vinnu, óháð hindrunum, fjölgun sveigjanleika starfa, þar á meðal hlutastarfa til að gera vinnumarkaðinn aðgengilegri fyrir fólk með mismikla starfsgetu. Þetta er mjög skemmtilegt í rauninni út frá því að við horfum bara á áherslunar á framtíð vinnumarkaðarins og allt þetta, að alla breytingarna sem eiga sér stað er í rauninni styðjandi við þessar breytingar. Það komið rautt á mig, ég má ekki tala meira, ég vissi að þetta myndi gerast. Og svo ætlum við að umbylta greiðslukerfinu. Þetta er í rauninni bara, breytingarnar eru ekki litlar. En allavega, þá erum við komin í endan. Þetta er lokaglæðan, ég lofa. Ok, við vitum stöðuna, við vitum hvað skilar árangri og við erum þegar byrjuð að varða leiðina. Frítekjumarkið var nær tvöfaldað, það var fyrsta ergin. Kemur þetta ekki, maður sé? Úps. Búm, ok, tæknimál. Ok, fyrsta varðan var seinustu áramót, þá var frítekjumark atvinnutekna vegna örorku endurhæfingarlífeyris nær tvöfaldast. Skemmtilegt að segja frá því að þetta er eitthvað sem við ætluðum að gera með síðar á tímabilinu, en það að SA og Geðhjálp hnippti í okkur og voru með áherslur bara atvinnulífið ætti störf fyrir öll, þá bara hröðuðum við því og settum þá vörðu fyrr. Hámarkstímabil endurhæfingarlífeyris var lengt úr 3 árum í 5 ár. Þarna erum við að horfa á það að á löndunum sem við erum að bera okkur saman við, þá er í rauninni greiðslutímabil vegna tímabundinna greiðsla, Vigdís og hrópar á mig ef ég á að hætta. Já, að þá erum við í rauninni að styðja betur við, séum ekki að meta fólk til varanlegrar örorku þegar ástandið er ekki orðið stöðugt. Og þetta á sérstaklega við unga hópinn okkar, sem er í meira mæli en annars staðar að fara út af vægum kvíða og þunglyndisröskunum inn á varanleg framfærslukerfin okkar, sem hefur þau áhrif að heilsa þeirra versna til framtíðar. Ok, við höfum komið inn á bæði Vinnumálastofnun SA og komið inn á þetta, stóraukinn stuðningur við ungt fólki í viðkvæmri stöðu. Þetta var í rauninni tillögur sem komið frá samhæfingarnefndinni bara leiðir til að fjölga hlutastörfum og sveigjanlegum störfum fyrir ákveðna hópa og við munum fara í fleiri svona verkefni sem eru þá bara evidence-based og bara byggja á gagnreyndum aðferðum á Norðurlöndunum. Í haust verður frumvarp nýtt kerfi, starfsendurhæfingar, tímabundinna greiðslna vegna starfsgetumissis, örorku, bara heildarendurskoðun. Þetta er svo mikið að ég má ekki vera með glærur þetta. Og vinnumarkaðsstefna. Þannig að vinnumarkaðurinn styðji við breytingarnar og allt sé aðgengilegt í rauninni. Endum þetta svona. Þó kona bogni stund, þá er mikilvægt að það sé til staðar kerfi sem grípur inn í og kemur í veg fyrir hún brotni. Kerfi sem aðstoði hana við að rétta úr og þegar aðstoð sleppir sé hún jafn bein og sterkari en fyrr. Áhugaverð þarna er í rauninni að atvinnuþátttaka kvenna og karla er bara frekar jöfn á Íslandi. Við erum að tala 47% konur og 53% karlar, en á sama tíma eru konur 69% af einstaklingum sem leita í þjónustuvirk og karlar aðeins 31%. En þetta er eitthvað sem við þurfum hugað líka. Við erum að sjá þetta brotthvarf, algengi brotthvarfs kvenna og ungs fólks af vinnumarkaði innan OECD er með því hæsta hér á landi. Samanborið við önnur Evrópulönd. Og takk fyrir mig.